Ég ætla nú að byrja bara í róleitum að því að tíminn sem mér var úthlutaður svo stuttur og það svo margt sem ég langar til að segja en ég verða bara að stikla hér á stóru. Þetta gríðarlega umfangsmikið efni og ég geti talað hér eins og Jósína sagði, ég geti talað í marga klukkutíma en vonandi gefst færi á að spyrja og svara og kannski smá umræður hér í lokin. Þannig að geymiði bara spurningarnar vel. En ég heiti Ásgerður Sverrisdóttir og krabbameinslæknir á Landspítalanum. Þetta efni síðbúnar aukaverkanir eða afleiðingar lyfjameðferðar við brjóstakrabbamein mér sérstaklega hugleikið og doktorsverkefni mitt þegar ég var í sérnámi og reyndar sem ég kláraði eftir ég flutti hingað heim fjallaði einmitt síðbúnar aukaverkanir af hormónalyfjameðferð hjá ungum konum sem eru fyrir tíðahvörf. En kannski verið fókusinn aðalega á síðbúnar aukaverkanir af cytostatikalyfjum en það kemur þó svolítið inn á hitt. Bíddu nú við, hvar? Ef við bara förum aðeins aftur í söguna, af hverju verið að gefa meðferð sem veldur svona miklum aukaverkunum. En fyrir aldamóti 1900 þá var ekkert auðvelt að lækna brjóstakrabbamein af því að það var erfitt að svæfa fólk og það má segja að skurðlækningar hafi hafist þarna rétt fyrir aldamótin 1900 og þá var einn brjóstaskurðlæknir, bandarískur, Halstead, sem var frægur fyrir það að þróa þetta brottnám brjósts. Og það það sem kallað mastektómur og hann fann það út fljótlega að það dugði ekki að taka bara brjóstið að sjúkdómurinn kom aftur í ákveðnu tilvikum þannig að hann varð aggressífur og tók meira og meira og endaði í því nánast að taka hálfan brjóstvegginn af konum með náttúrulega gríðarlega miklum fylgikvillum. Síðan fóru menn að koma að staði að það var ekki nauðsynlegt og ekki bara nauðsynlegt, heldur skilaði það ekki bættum árangri að gera svona gríðarlega mútilerandi aðgerðir og þá þróaðist það sem í dag kallað modified radical mastectomy, þar sem brjóstið fjarlægt en ekki vöðvinn undir og miklu minni aðgerðir í hólhendinni. Og reyndar síðar kom þá svokölluð varðveitla að taka til sögunar þar sem verið að reyna að minnka inngripið enn meira og mikið af því sem við erum að gera í dag fjallar að gera eins litla meðferð eins og hægt að komast upp með án þess að það hafi áhrif á lífslíkur. Skal við sjá hvort að minn text, eitthvað ekki að klára þetta alveg. En krabbameinslyfin, þau komu til sögunar í kringum 1980 og þá verður svolítið sama tilhneiging þar. Menn héldu að gjarnan meira gefur betri árangur og það varð svona mikil uppsveifla í því að gefa meiri og meiri lyf en það voru náttúrulega miklu meiri síðbúnar aukaverkanir líka í kjölfarið sem náðu eiginlega hámarki þegar menn trúðu því að beinmergs flutningur eftir háskammtameðferð myndi lækna brjóstakrabbamein. Og þetta var kannski svona í kringum árið 1995-6 sem að þessi tilgáta var vinsæl með gríðarlega umfangsmiklum langtíma aukaverkunum í kjölfarið en sem betur fer þá var sýnt fram á að þetta var bara ekkert að skila góðum árangri. En með þessari samsettu fjöllyfjameðferð sem oft gefin í dag og þá ég að tala frumudreipandi lyfjameðferð í æð, þá hefur tekist að fækka endurkomum meira en helming og bætta lífslíkur næstu því sem því nemur. Og í dag á Íslandi, eins og í flestum nágrannalöndunum, eða við erum allavega þar bara í fararbroddi, 5 ára
eru 5 ára lífslíkur 90% og 10 ára lifun í kringum 80% sem gríðarlega hátt miðað við lönd svona almennt séð, en við viljum betur. Þegar við getum sett þetta svolítið í samhengi með síðbúnu aukaverkanirnar og hvaða áhersla hefur verið á það þegar það var svo gríðarlega mikil áhersla lögð á það að lækna sjúkdóminn. Það var allt lagt upp úr því og bara því meira því betra og menn trúðu því og náttúrulega bara mjög gekk allt vel til. En í dag þegar við sjáum að það er svo yfirgnæfandi líkur á því að konur læknist af sínu brjóstakrabbameinið, að þá verður fókusinn hefur orðið miklu meira núna síðustu ár og áratug á það að minnka síðbúnar aukaverkanir og fylgikvilla til þess að lífsgæðin séu eins góð og hægt þegar búið að lækna krabbameinið. Og það hefur heldur ekki verið hægt að sýna fram á það að það sé fylgni á horfum eftir meðferð og að hversu umfangsmiklar aukaverkanirnar eru. Það hefur gengið illa. Þannig að það á ekki að meðhöndla alveg út í ystu æsar að það skili einhverju betra. Hér kemur bara svona stutt súmmasjón yfir hvað við meinum með síðbúnar aukaverkanir og þá þetta svona flokkun sem oft notuð, það snemkomnar aukaverkanir, það þessar bráðu aukaverkanir sem eru tengdar lyfjameðferðinni eiginlega beinlínis svona 0 til 6 mánuði eftir meðferð og þá allur fókusinn á að lifa af krabbameinið. Og þá erum við að tala svona einkenni eins og blóðskort og hármissinn og verki tengda lyfjónum, taugaskaða og skerta heilastarfsemi eins og Jósína kom hérna inn á áðan. En svo eru þessar síðbúnu aukaverkanir og þær koma og eru viðvarandi alltaf að minnstakosti 6 mánuðum eða lengur eftir að meðferð lýkur. En þetta tímabili þar sem að fókusinn allur á það að lifa eftir greiningu krabbameins. Og þá erum við að kljást við svona fylgikvilla eins og hjartasjúkdóma, önnur krabbamein, áhrif af því að fara í snembær tíðahvörf, ófrjósemi, beinþynning, taugaskaði og skerta heilastarfsemi eins og getur líka komið fyrr. Og þá ætlum við að fara aðeins stuttlega yfir nokkra þætti sem eru nefndir hér í þessum síðbúnu aukaverkunum og þar kemur efst á blaði áhrif á hjartastarfsemi og þetta hefur verið þekkt mjög lengi af því að þau lyf sem hafa helst skaðvænleg áhrif á hjartastarfsemina eru svokölluð antracyclinlyf, það rauða lyfið, epirubicin eða doxorubicin. Og það mjög vel þekkt þar samband að háir skammtar og langvinn meðferð með þessu lyfi getur valdið skertum hjartavöðvasamdrætti og leitt til hjartabilunar í verstu tilfellum. Hjartabilun ólæknandi sjúkdómur þannig að það til mjög mikils vinnandi að koma í veg fyrir þetta. En síðan hafa síðustu árum komið fram ný lyf sem að vinna á móti HER2 viðtakanum þegar það á við. Það eru lyf eins og Herceptin og Perjeta og þau hafa einnig áhrif á hjartavöðvastarfsemina og þess vegna mjög mikilvægt að fylgjast með hjartastarfseminni á meðan maður gengst undir þá meðferð. Og sérstaklega skaðvænlegt ef að þessum lyfjaflokkum blandað saman og það yfirleitt ekki mælt með því að það sé gert. En hormónalyf geta líka haft áhrif eða andestrogenlyf og það þá sérstaklega lyf af flokki aromatasahemlara eins og anastrozól eða letrozól og það þá meira óbein áhrif í gegnum blóðfituhækkun sem getur komið fram, sem getur þá síðar kannski aukið áhættuna á kransæðasjúkdómi.
Og bara að því að ég kem hérna aðeins að líka geislameðferð á vinstra brjóstið eða brjóstvegginn getur líka haft áhrif á hjartað og fínu litlu æðarnar í hjartavöðvanum sem getur komið fram þá langt eftir að meðferð lýkur. Þannig þetta eru allt þættir sem geta unnið saman. En þetta er ekki há áhætta. Það er alls ekki mikil hætta á því að hjarta skaðist og það má segja að svona í rannsóknum sem hafa verið gerðar þessi áhætta eitthvað 2% eða 2 af hverjum 100 konum sem að gangi í gegnum svona meðferð í hættu að fá hjartabilun. En miklu hærra ef þetta eru háir skammtar og endurtekna meðferðir eins og háskammta meðferð sem gefin við til dæmis hvítblæði eða einhverju þess háttar. Við vitum hins vegar dálítið lítið tíðni meðal þeirra einstaklinga sem ekki með veruleg einkenni og þar kannski meiri áhrif heldur en áður var talið. Það má geta þess að við hérna á Íslandi erum að fara í samstarf með meðal annars Barnaspítalanum í að skoða þessa þætti. Við mælum með hjarta- og ómskoðunareftirliti hjá konum sem fara í svona anti-HER2 meðferð af því að þar orsakasamhengi svo vel þekkt en annars það í raun og veru bara við einkenni. Við vitum að eldri sjúklingar í meiri áhættu og það ekki sama viðgerðarhæfni þar og þá erum við að tala kannski yfir 70. Ofþyngd einnig hugsanlega áhættu þáttur fyrir að fá aukin hjartaáhrif. Og þarna mynd af 2 hjörtum sneitt í gegnum þau. Hjarta vinstra megin með eðlilegan vöðva og dregst reglulega saman og samstillt en hjartað hægra megin það svona víkkuð hólf og vinstri slegillinn hann getur ekki þrýst eðlilega saman til að dæla blóðinu út í líkamann. Og þá koma svona einkenni eins og bjúgur á fæturna og mæði og vökvilungun og hár blóðþrýstingur ýmislegt þess háttar. Nú það væri náttúrulega gott ef maður gæti gefið eitthvað fyrirbyggjandi meðferð en það ekki vel þekkt hvernig á að höndla það. En það hins vegar afar mikilvægt að meðhöndla einkenni og þá hægt að koma í veg fyrir töluvert af langtíma vandamálum. En það svona spurning hvort að lyf eins og statínlyfin sem eru notuð til að lækka blóðfiturnar og mjög útbreidd meðferð í dag í þeim tilgangi, hvort að þau geti haft áhrif eða beta-blokkerar eða svona angiotensin-blokkerar sem þetta eru algengustu blóðþrýstingslyfin. Nú, það líka tilgáttur það að líkamsrækt eða fitness, svo við vísum í enn og aftur, fitness sem kemur mikið inn í að vinna á móti öllum aukaverkunum, gæti hjálpað. Og svo reyndar eitt lyf sem með skráða ábendingu að vernda hjarta sem heitir Dexrazosan. Ég ekkert skrítið, ég get ekki sagt það því að það enginn sem nota það og ég held að sé bara ekki fáanlegt hérna á Íslandi. Við reyndar notum stundum lyf sem heitir liposomal doxorubicin en það þá oftast hjá konum með dreifðan sjúkdóm sem hafa fengið mikið af þessum antracyklín lyfjum eins og rauða lyfið, þið vitið. Og að lokum, eins og ég sagði áðan, að það gríðarlega mikilvægt að grípa snemma inn í ef eru einkenni eða grunur hjartabilun. Þá vindum við okkur yfir í næsta verkefni og það eins og þær Dórótea og Jósína koma að hérna áðan líka, það eru áhrif á taugakerfið, en það vel þekkt af sumum af krabbameinslyfjunum sem eru notuð. En það ýmislegt annað sem getur valdið áhrifum á úttaugakerfið og skaða á taugaenda, oftast í fingrum og fótum en getur líka verið víðar. Og það svona sjúkdómar eins og sykursýki og mikil alkóhólneysla og nýrnabilun og ýmis lyf geta valdið því eins og krabbameinslyf.
Og þetta kemur þá oftast tengt taxan-lyfjónum í brjóstakrabbameinsmeðferðunum, það Taxol eða Taxotere lang oftast, og veldur þá svona að mýgelinsliðrið á taugunum það skaðast og taugavefur sá vefur sem eiginlega endurnýjast verst og minnst af öllum í líkamanum og það verður þá oft varanlegur skaði. Það talið að alltaf 30% eða 33% tíðni aukaverkana, þarna gráðu 2-4 og ég ætla ekki að fara yfir skalan hvernig gráðan en gráða 1 mjög vægt og gengur alltaf tilbaka. Og það ekki hægt að sýna fram á að lyfin virki betur og horfurnar séu betri ef maður fær meiri dofa og sem nær alveg hérna upp á olnboga eða hné. Og þess vegna rosalega mikilvægt að láta heilbrigðisstarfsfólk vita ef að þið finni fyrir svona einkennum í upphafi meðferðar eða miðri meðferð þannig að sé hægt að aðlaga skammta og minnka áhættuna á því að þetta verði varanlegar aukaverkanir. Því það ekki gott að sitja eftir með dofa í fingrum, geta ekki hneppt hnöppunum, geta ekki klætt sig í almennilega á morgnana og svo framvegis. Eða fyrir fólk sem að vinna mikla nákvæmnisvinnu með höndunum, að þá þetta náttúrulega gríðarlega slæmt líka. Chemobrain var eitthvað sem að Jósína og Dórótea komu inn á líka. Þetta orðið svona nýtt slanguryrði fyrir þessi einkenni á heilastarfsemina sem að lyfjameðferðin hefur. Og það vel þekkt en það hefur verið töluvert erfitt að rannsaka þetta. Þetta svona öðruvísi aðferðafræði, það erfitt að gera svona þessar hefðbundnu klínísku rannsóknir eins og við þekkjum úr krabbameinslækningunum. En það verið að rannsaka þetta mjög mikið þessa dagana. En þetta svona einkenni eins og að vera óvenju óskipulagður, jafnvel bara hugsa ekki alveg skýrt, finna fyrir einbeitingarskorti, finna ekki rétt orð, erfitt að læra eitthvað nýtt þó það sé ekkert mjög flókið. Erfitt að halda mörgum boltum í einu eins og konum með lagið yfirleitt, multitasking, síþreyta, finnast verið móðu og verða skammtímaminni, mun ekki nöfn einhverja ættingja og svo framvegis og vera lengur að gera einfalda hluti. Eitthvað sem kannast við eitthvað á þessum lista. Þetta þarf ekki að vera allt taugaskaði og áhrif á lyfjunum, heldur það líka mikilvægt að reyna að finna meðferð, leita orsaka hvort það eitthvað sem hægt að meðhöndla með auðveldu móti og það svona, þetta eru allt eiginlega einkenni við blóðskort líka, gefur þessi einkenni mjög svipuð. Þetta geta líka fylgikvilla sýkingar eða það að hafa henst inn í tíðakvörfin 1, 2 og 3 eins og stundum hjá ungum konum. Þetta getur verið merki næringarskort, kannski B12 skort, eitthvað vítamín eða eitthvað þess háttar. Svefnvandamál sem líka algeng í þessum hópi, verkjavandamál, streita, kvíði og hreinlega þunglyndi getur lýst sér líka með þessum móti. En þetta allt hægt að meðhöndla með lyfjum, flest allavega. En það oftast ekki svo einfalt. Og það erfitt að spá fyrir það hver lendir í því að fá svona þessi áhrif á heilastarfsemina, hvenær það gerist og hvenær það gengur tilbaka. En nokkur ráð eins og þær hafa komið að hér líka, aðrir fyrirlesarar, að það ýmislegt hægt að gera og ég spennt að lesa bókin hennar Jósína og Dóróteu og hvað þær hafa nýtt sér og lært og geta deilt með sér. En sumt af því sem ég hef fundið hér, það eins og að nota síman eða dagbók til að skipuleggja daginn. Það virkar
líka fyrir þá sem ekki með kímóbrein, heldur bara ruglaður að öðru leyti. Hugarþjálfun, eins og Jósína var að tala að það eru til bara að taka app í síman og alls konar einföld atriði sem hægt að þjálfa minnið, hreyfing, fitness, once more og borða meira grænmeti þannig á einu stað. Nota daglega rútínu, vera með stundaskrá yfir það sem að gera. Ekki reyna multitaska eins og venjulega. Það allt í lagi þótt maður geti ekki gert marga hluti samtímis. Flesti kallar eru þannig. Úps, það eru nokkrir í salnum, ég ætlaði ekki að morga. Nei, þetta alveg vel þekkt að þeir eiga erfitt með það. Vísindalega sannreið. Og svo líka, eins og þær koma inn að biðja aðstoð annara. Láta aðra bara vita að ég á rosalega erfitt með að gera þetta allt. Gætu þið kannski bara tekið að ykkur eitthvað og hjálpað. Og að því að fólk lesi ekki í huga hvers annars. Það rosa mikilvægt. Þetta allt ber allt að sama brunni, sýnist mér. Örstutt bara áhættu öðrum krabbameinum. Krabbameinslyf eru eitruð og hafa eiturvirk áhrif og geta valdið öðrum krabbameinum. Það samt afar sjaldgæft við brjóstakrabbameinsmeðferð. Það innan við 1% áhætta, kannski 0,2 til 0,5% áhætta. Þannig að hún mjög lítil og það þá helst beinmergs krabbamein eins og blóðsjúkdómar en afar sjaldan. Og það sérstaklega tengt þessum tveimur lyfjum, það rauðalyfið og síklófosfamid. Og þar koma skammtastærðir líka mikið við sögu. Við höfum vitað það lengi að geislameðferð eykur áhættuna á annars konar krabbameinum innan geislasvæðis og það kemur þó oftast áratugum eftir meðferð. Þetta líka sjaldgæft. Konur sem eru ungar eða ekki komnar í tíðahvörf og margar sem eru komnar í tíðahvörf eru líka ungar, þá veruleg hætta á að dembast inn í tíðahvörfin, hætta að hafa blæðingar í miðri lyfjameðferð. Og fjórðungur kvenna sem greinast með brjóstakrabbamein eru fyrir tíðahvörf. Þannig að þetta alveg raunveruleg áhætta og yngri konum oftar ráðlögð sýtóstatika meðferð eða þessi frumudrepandi lyf í æð. Og við vitum það líka að sérstaklega hjá þeim sem með hormónajákvæða æxli að þá það betra að hætta að hafa blæðingar í meðferðinni. Við vitum ekki hversu lengi maður þarf að hætta að hafa blæðingar en það hefur góð áhrif. En þetta hefur ýmsar afleiðingar eins og þessi dæmigerðu svitakóf og hitaköst getur orsaka beinþynningu, beinþéttnin lækka kannski 5% bara á fyrstu 6 mánuðunum eftir svona tíðahvörf sem verða svona skyndilega. Það aukin hætta á hjarta- og æðasjúkdómum. Nú held ég að Gunnhildur sé alveg að missa sig tíminn búinn fyrir korteri síðan. Og svo slímhúðaþurrkur, meltingarvegi, augumunni og leggöngum, legi og áhrif á kynlíf sem tengist því og bara áhrif á andlega líðan að líkami breytist svo mikið á stuttum tíma. Krabbameinslyfjameðferðin getur bara stór hætta og hún valdi ófrjósemi hjá ungum konum og það mjög misjafnt eftir aldri kvennanna, hvaða lyf eru gefin og í hvaða skömmtum og hvað mikið af þeim í heildina. En það alveg raunveruleg áhætta sem að nálgast 40% og getur farið upp í alveg 80% áhætta í sumum lyfjablöndum. Þannig að það gríðarlega mikilvægt að upplýsa einstaklingana þessa áhættu og grípa inn í eins snemma og hægt við greiningu til þess að geta veitt ráðgjöf, gangast undir frjósemisverndandi meðferðir sem í boði og það gríðarlega hröð þróun og margt hægt að gera, breytist næstu því ár frá ári.
frjósemismeðferð oftast möguleg, það mjög sjaldan sem ekki tími til að gera eitthvað og það líka möguleiki að fá styttri, til dæmis hormónameðferði, það þurfi ekki alltaf að vera í 10 ár, það má hugsa sér að gera hlé á hormónameðferðinni til að eignast barn og byrja svo aftur á meðferð, það verið að gera rannsókn alþjóðlega þessa dagana á því. Þannig að það að gera að ræða þetta við lækni sinn og það ekki læknirinn eða heilbrigðisstarfsfólkið sem velur hvort að þið ætlið að eignast fleiri börn. Það eru þið. Þá hefur engin rétt til að segja að það sé bannað. Það gefur ekki verri horfur til langs tíma að eignast annað barn eftir greiningu brjóstakrabbameins. Og að lokum bara til að fara yfir þetta, tíminn löngu búinn. Við þurfum að vera duglega að gefa upplýsingar og deila ráðum til annarra. Takk fyrir.